AA-bókin Reynslusögur. Sérleiðin kostaði mig 13 ára kvöl. Neyslan mín án alvarlegra tilrauna til að hætta stóð yfir í það bil 15 ár. Hún var stigvaxandi og verst síðustu 3 árin. Tæplega 30 fer ég fyrst í afeitrun og eftir meðferð, en náði ekki áttum fyrr en 13 árum síðar, 2 heilum meðferðum og nokkrum innlögnum inn á afeitrunarstöð. Í þessi 13 ár lét ég sem allt væri í þokkalegu lagi, allavega miðað við hvernig það hafði verið áður. En eftir að hyggja sé ég að líðanin einkennist fremur að kvíða, undirliggjandi gremju, einmanakennd, sjálfsvorkunn og endalausri bið eftir því að eitthvað gerðist. Í heildina var ég fráneyslu miklu meira en minna, en samt náði ég aldrei meir en 1 ári í einu frá áfengi eða vímugjöfum. Oftast voru þetta 3 mánuðir sem byrjuðu ágætlega. Ég fór á fundi og hrestist, en síðan fór ýmislegt að fara í taugarnar á mér. Mér fannst fólk á fundum ekki vera nógu mikið eins og ég. Ég hlustaði meira eftir mismuninum heldur en því sem var sameiginlegt. Þannig að ég dró mig smám saman inn í minn eigin heim og byrjaði í neyslu aftur við furðulegustu tækifæri. Og ég vissi leið og ég byrjaði að ég gæti ekki heldur haldið út. En svo fór að ég fekk nóg af þessu, gat bara ekki meir og ákvað að þykja leiðsögn þeirra sem virtust ná árangri. Ég skildi aldrei almennilega hvers vegna sumir náðu þessu en aðrir ekki. Ég hélt að ég væri í hópi þeirra sem aldrei gætu þetta. En ég náði að taka mark á því sem þeir sögðu sem virtust hafa lausnina. Þegar þetta er ritað hef ég ekki þurft á vímugjöfum að halda í 6 ár og liðu vel. Uppvaxtarárin voru góð, alin upp í snirtilegum bæ norður í landi, átti góða og reglusama foreldra. Ég drakk fyrst áramót landsprófsárið. Hafði ekki átt góðan námsferil en þarna vorið var allt orðið breytt. Lífið fór að snúast helgarnar og biðina eftir þeim. Þetta hét líka að hella sér út í félagslífið. Ég sótti í andans menn, ungskald og menn með listamanna drauma. Það voru breyttir tímar. Það lá ýmislegt spennandi í loftinu, rætt var uppreisn æskunnar, kynslóðabil og þess háttar. Auðvelt var að sökkva sér ofan í nýja hugvíkandi tónlist, pæla í surrealískum plötuumslögum, lesa vísindaskáldsögur og hringadráttinsögu, indverska heimspeki og fljótlega fylgdu nýjir fjarlægir vímugjafar með, þótt áfengi væri minn aðal vímugjafi allan tíman. Ég misti allt jarðsamband og kláraði aldrei menntaskóla en komst í listaskóla. Ég kynntist auðvitað aðal liðinu þar að mér fannst, það er að segja þeim sem voru svipaðir og ég. Við komumst fljótlega upp á lag með að hjálpa hvert öðru með efni. Við reyktum í miðri viku en döttum í það þegar líða tók á vikuna. Ég man reyndar vel eftir því þegar helgarnar lengdust. Þetta urðu ekki bara föstudagar og laugardagar, heldur bættust 50dagarnir fljótlega við og svo urðu sunnudagarnir ekkert mál heldur. Ég notaði svo kannabis til að slá á þynguna á mánudögum og svo var reykt fram á næstu helgi þegar dotti var í það. Þegar mikið var að vera og aðstæður buðu upp á var maður bara fullur alltaf. Einhvern veginn gekk þetta ágætlega í svona 5 ár áður en tók að halla verulega undan fæti. Maður var jú í skóla og kennararnir voru fínir, þeir bestu voru oftar en ekki með okkur í djamminu. Mér fannst þetta lífstíl fólk sem skipti einhverju máli, það hvarflaði aldrei að mér að það væri eitthvað að, síst af öllu að ég væri orðinn fíkill. Ég vissi af svoleiðis og ég vissi af meðferðum en fyrr ætlaði ég að hætta en að fara í meðferð. Maður hífði upp sjálfsvirðinguna með einhverju snilldarbragði að eigin mati. Plönin urðu reyndar alltaf stærri og stærri en minna og minna varðum framkvæmdir. Aðal neyslu tímabil lífs míns er sem sagt þarna á milli 20 og 30. Ég er tæplega 30 þegar mér fer að gruna að þetta sé að drepa mig. Ég gefst fyrst upp að hluta og leita hjálpar og fór sem sagt í meðferð sem ég ætlaði aldrei að gera. Í meðferðinni var kennt að alkóhólismi væri sjúkdómur, líkamlegt ofnæmi og andleg þráhyggja. Sjúkdómurinn væri ekki bundinn við alkóhól þótt hann væri kallaður alkóhólismi, heldur snerti hann alla fíkn þar sem manni er ekki sjálfrátt. En einhvern veginn leitaði ég allra leiða til að þurfa að gera sem minnst sjálfur í meðferðinni. Þótt ég tryði því sem sagt var, þá var ég ekki tilbúin til að kyngja því að ég þyrfti að breytast þó að ég væri tilbúin til að hætta að drekka. Mér var illa við allan heilaþvott. Ég ætlaði ekki að láta brjóta mig niður, hvort sem þetta voru sálfræðingar, læknar eða AA-fólk.
Sérstaklega var mér illa velt guðstal. Ég gat skilið að langt leitt fólk fengi einhverja hugarró með því að leita guðs, en svo langt var ég ekki gengin, hugsaði ég. Ég og mínir vinir eru ekki fólk sem frelsast. Þessi sérleið mín kostaði mig samsagt lítið annað en vanlíðan í næstu 13 ár. Þótt ég talaði mikið að allt væri þó betra, þá var ég læstur í hlekkjum og það sem meira var, allan tíman var ég með lykilinn í höndunum án þess að vita það. Minn síðasta neysla var þessi dæmigerða fyrir mig í þessum edrú tilraunum, ein kvöldstund á Jónsmessunótt. Sá svo eftir öllu saman og dreif mig á AA-fund daginn eftir, eiginlega með þessa tilfinningu að ég nennti þess ekki lengur, þessu lífi þar sem ekkert var að gerast nema einhver leiðindi. Ég stóð alltaf því frammi fyrir því að binda enda á þetta líf eða eitthvað yrði að gerast. Þarna urðu tímamót í lífi mínu, ég upplifði minn botn eins og stundum sagt. Ég hitti gamla meðferðarfélaga úr fyrstu meðferðinni sem var samsagt búin að vera edrú í 13 ár í AA-samtökunum og ekki nóg með það, krafturinn sem stafaði frá honum sagði mér að honum líði vel. Hver var galdurinn? Hvernig fór hann að þessu? Af hverju hann en ekki ég? Ég bað ráð og ætlaði að fara að útskýra fyrir honum hversu flókið líf mitt væri, en hann sagði bara, ráðið sem ég gefði þér að mæta á 90 AA-fundi á 90 dögum og það má ekki klikka. Heldur þú að þú getur það? Hvað? Ég hélt nú að það væri hægt. Ég var fús, viljugur, tilbúin eiginlega í fyrsta sinn. Hann sagði líka, þú verður að taka trúna með. Ég man hvernig sauð á mér. Ég öskraði á móti. Þú getur ekki fengið mig til að taka eitthvað með sem ég finn ekki fyrir sjálfur. Það var í hræstni. Hann svaraði ósköp rólega, þú átt að hugleiða. Gamli hippinn kom upp í mér. Ég hafði jú alltaf haft áhuga á indverskri heimspeki. Margir menn sem ég hafði litið upp til voru á kafi í svona andlegri speki. Ég opnaði á þetta, hikandi í fyrstu. Ég vissi það ekki þá, en þetta var lykillinn. Fúsleikinn var allt sem til þurfti til að losna úr hlekkjunum. Þessar þrálótu varnir sem vilja ekki breytast. Að gefa eftir þessar varnir sem æftu heila þvottur, þú lætur ekki brjóta þig niður, var allt sem til þurfti. Það var ekki nóg að viðurkenna vanmátt minn gagnvart vímugjöfum, ég var líka að viðurkenna vanmátt minn gagnvart sjálfum mér. Of oft stóð ég sjálf mig að því að gera hluti sem ég ætlaði ekki að gera eða gera ekki hluti sem ég ætlaði að fara að gera. Ég áttaði mig á því að mér var ekki sjálfrátt, það voru til öll máttugur mér sjálfum, það fór ekkert á milli mála. Að rækta sambandið við mér aðri mátt í fyrstu lagi falið í bænum, þar spyr ég. Í öðru lagi í hugleiðslu, þar hlusta ég eftir svörum, en þetta var bara byrjunin. Þarna sumarið tekst mér að mæta á fundi á hverjum degi í 3 mánuði og hugleiða, ekki til að pæla djúpt heldur til að hreinsa hugan og koma ró á hann. Smám saman fór allt að verða einhvern veginn betra. Mér fannst ég ekki lengur vera óþekktur í AA-samtökunum. Ég tek eftir þeim sem voru alltaf á fundum eins og ég og tekin í samfélagið. Ég fór að upplifa spegilmynd mína á fundum. Ég vissi að það sem ég heyrði var til í mér sjálfum. Ég fór að skynja að það svo margt sem ég hafði ekki horft í augu við. Það var svo margt sem ég hafði falið og breytt vandlega yfir. Það var svo margt sem rifjaðist upp fyrir mér þegar aðrir töluðu. Ég var ekki lengur einn. Ég var farin að upplifa sjálfan mig í öðrum. Ég fór að skynja eitthvað sammannlegt. Ég fór að skynja mannrækt. Ég fór að tala sjálfur og taka þátt í fundum. Ég fór að upplifa kraftin í deginum í dag. Ef ég gerði eitthvað gott í dag, meira að segja bara eitthvað lítið eins og að búa rúmið og vaska upp, þá leið mér betur á eftir og það sem skipti svo miklu máli að morgunin eftir leið mér vel með gærdaginn og held ég að þessum leik áfram var komin vika af góðum hlutum sem urðu á mánuði og svo koll af kolli. Með þessu myndaði ég nýja fortíð sem ég leið miklu betur með og gaf mér sjálfstraust til að takast á við það ókomna eða morgundaginn. Þetta þótti mér snilld, krafturinn í deginum í dag. Þegar þessi 3 mánuðir voru liðnir, þá segir þessi trúnaðarmaður minn við mig, nú ferð þú og vinnur 4. sporið. Gerðu það eins og sagt frá í 5. kafla bókarinnar. Úps, þurfti ég nú svo að fara að gera eitthvað. Ég fór að svo köttur í kringum heitan graut, en tók mér svo til og las 5. kaflan eins og leiðbeiningar væri að ræða. Ég sá að var að ræða að gera lista yfir fólk, staði og hluti sem höfðu eitthvað neikvætt tilfinningalegt viðhengi.
Ég fór að skrifa og sá að viðhengið var oftast ótti, gremja og tjón. Þessi ótti og gremja viðhéldu sjálfsvorkunum minni. Tjónið sem ég hafði valdið með neyslu minni viðhélt samviskubiti mínu, þar sem ég var sakborningurinn, saksóknarinn og dómarinn, en engin verjandi var sjáanlegur á svæðinu. Fólki sem ég vildi helst ekki hitta á förnum vegi var fólki sem hafði hafnað mér eða ég hafði hafnað. Þetta var fólk sem hafði stólið frá mér eða ég hafði stólið frá. Svipaðar hluti var að segja um staðina og hlutina. Á suma tónlist gat ég bara ekki hlustað. Hún tengdist vonbrigðum, ljúfsárum ástarsorgum eða einhverju slíku. En ég fór að sjá mynstrið í þessu. Mynstrið var annars vegar fórnarlambið sem var svo gott og átti þetta ekki skilið, þessi auðmýkja ég sem á svo bágt, hugsunarháttur, og hins vegar sökudólgurinn ég sem átti ekkert gott skilið. Mér varði líka ljóst að sökudólgurinn og fórnarlambið nærðu mína veiku sjálfsmynd og voru þess valdandi að mér fannst ekkert verra að detta í það. Þessi tvíhöfða þurs stóð við hlið sæluríkisins og þrumaði: "Hér ferðu ekki inn fyrr en." Ég fer með þennan lista til trúnaðarmannsins og les uppátt fyrir hann til þess eins að hann segi mér að hann sé eins og ég, hafi borið eins eða svipaðar byrðar. Það er 5. sporið. Þessi mynd þursins hrundi en ekki fyrir minn eigin mátt. Hún hrynur smátt og smátt með auðmýktaræfingum næstu spora og ég gengi í þau verk að bæta fyrir brot mín milliliðalaust. Áður en ég veit af fer mér að líða betur en nokkur sinni áður og ég finn áður óþekktan kraft vaksa innra með mér. Ég fer að finna að ég stíg inn fyrir á staði sem mér voru áður forboðnir. Ég finna það sem ég leitaði áður að í vímugjöfum er að gerast eins og af sjálfu sér innra með mér fyrir fram að nefið á mér á nokkura efna. Ég finn varla lengur vott af einmannakend. Komi hún þá hverfur hún leið og ég fer að fund. Ég tek líka eftir því að þó ég fari auðveldlega út af sporinu er ég miklu færari að leiðrétta sjálfan mig án mikill að tafa. Hér áður fyrr gat ég til dæmis sett fólk mér nákomið í frystingu í marga mánuði fyrir smámuni, en úr þetta hámark 1 dagur. Það er ekki fullkomnun en mikil framför fyrir mig. Aldrei hefði mig grunað að það sem ég taldi ógæfu ætti eftir að verða grunnur að gæfu minni. Að ég myndi líta á ófarir mínar og ógæfu sem verðmæti sem kærleiksljósið nærðist á. Aldrei hefði mig grunað að ósigur minn reyndist vera mesti sigurinn. Það er merkilegt að upplifa hvernig hrokin hjaðnar en sjálfsvirðingin vex, hvernig metorðagirndin hjaðnar en metnaðurinn eykst, hvernig lífið heldur áfram að vera eins og það var með áföllum sem maður gengur í gegnum með sorg og söknuði en með hverfandi sjálfsvorkun. Hvernig ég skynja að ég er orðin breyttur og finna að það er ekki sársökafullt að breytast, heldur er það baráttan gegn breytingunum, viðspyrnan sem er sársökafull. Hvernig ég upplifði minni og minni áhuga á sjálfum mér og meiri á meðbræðrum og systurum og hvernig ég fann að sá áhugi varð lykillinn að viðhaldi þeirrar vellíðunar minnar sem ég sóttist allan tíman eftir í áfengi og eiturefnum. Það finnst mér merkilegast.